Íbúar á Flateyri sendu í dag út neyðarkall enda atvinnuástandi í þorpinu grafalvarlegt eftir að í ljós kom í gær að ekki reyndist hægt að forða fiskvinnslunni Eyrarodda frá gjaldþroti. Flateyringar óttast að byggðin leggist af verði ekkert gert en til að mynda misti þriðjungur atvinnubæra manna í þorpinu vinnuna þegar Eyraroddi fór í greiðslustöðun fyrir skemmstu. Stjórnarformaður fyrirtækisins situr fyrir svörum hér á eftir. Við ætlum hins vegar að byrja á þeirri grafalvarlegu stöðu sem nú í atvinnumálum á Flateyri. Teitur Björn Einarsson, stjórnarformaður Eyrarodda, sestur hjá Brynju. Velkomin Teitur. Takk. Eyraroddi var stofnaður árið 2007 af fjölskyldum á Flateyri. Þetta fyrirtæki var kvótalaust, treysti eingöngu á það að kaupa fisk á fiskmörkuðum. Hvers vegna núna svona komið fyrir fyrirtækinu? 3 árum seinna það orðið gjaldþrota. Já, þetta á sér eðlilega og skiljanlega svolítið langan aðdraganda sem eiginlega allt frá því að við hófum rekstur eins og sagði 2007. Þá var okkar svona helsta verkefni og við sáum fram á sem við þurftum að leysa var óvissa og með hráefnisöflun og til þess að viðhalda fullri vinnslu og þetta var svona okkar stærsta verkefni að ráða bót á þessu vandamáli. Og á þessum tíma þá má alveg segja að okkur hafi ekki tekist að gera það nægilega vel og aðrir þættir spila inn í en Sérst að tryggja ykkur hráefnið? Tryggja okkur hráefnið inn í vinnsluna og svo var komið á vormánuðum 2010 að erfiðleikar í rekstri voru orðnir það miklir að við sáum okkur ekkert annað fært en að óska eftir greiðslustöðun og reyna þannig að vinda ofan af vandanum og grípa til þessar ráð sem við unnum þá eftir. Haustið 2010 þegar heilt undir lok greiðslustöðunar þá var nokkuð ljóst á okkar mati að það myndi ekki ganga eftir. Þannig að við höfum þá brugðið það ráð mánaðamótin október-nóvember síðastliðið að þurfa að segja upp öllu okkar starfsfólki. Nokkuð svona óvissir það hvað myndi þá taka við. Þá í nóvember breyttust aðstæður nokkuð þegar að sjávarútvegsráðherra tilkynnti að byggðakvóti Flateyrar eða byggðakvóti yrði aukinn upp í 300 tonn úr 150 tonnum. Þetta var kölluð líflína til Flateyrar? Já, skiljanlega. Þetta allavega að okkar mati breytti að við heldum ákveðnum forsendum. Við fórum þá vinnu að skoða hvaða ekstra grundvöllur væri með hliðsjón af þessu. Já, en þetta breytti samt ekki miklu? Þetta bjargaði ekki fyrirtækinu? Nei, ekki úr því svo komið með atburðina í gær. Atburðarásinn sem var þannig að við fórum að kanna hvort við getum haldið áfram á þessum grundvelli einum og sér og reyna að tengja eitthvað meira saman og kanna skuldaþol félagsins. Og þá að tala þið voru að reyna að fá aðra inn í fyrirtæki með ykkur. Já. Sem voru með kvóta og fjármagn. Já, það var einn af þessu hlutum að tengja saman og styrkja reksturinn einhvern veginn, þannig að þessi byggðakvóta aukning verður þá til þess að byggja á einhver meira og sterkari einingu og undanfarnar vikur vorum við í þeirri vinnu að miklu kappi og miklu vinnu að reyna að tengja það saman samhliða því að vera í viðræðum við okkar kröfuhafa og ganga til nauðasamninga við þá á þeim grundvelli sem við lögðum fram en staðan var þá þannig að þó svo að nauðasamningur og samkomulag við kröfuhafa og sú samvinna hafi gengið eftir þá náðum við ekki gegn einhverju frekari samstarfi við aðra aðila og styrkja reksturinn. En hvað það nákvæmlega sem að verður fyrirtækinu að falli? Þú talar að þetta hefði gengið erfiðlega reksturinn. Þið vissuð alveg að þetta kannski dálítið snúið, þið þurftu að kaupa allt hráefni. Hvað það? Er það ytri þættir eða innri þættir eða á hvað skellur skuldinni á svona? Já, það kannski ekki annað hægt að svara þessu en að þetta samspil eða allra þessara þáttar sem þú varst að telja upp bæði okkar sérstöku aðstöður á Flateyri og hvernig við komum inn í þetta 2007 og bæði hvernig staðan eða þróunin hefur verið í greininni eða sjávarútveginum ásamt og sjálfsögðu ytri aðstöðum sem hafa verið mjög sveiflukendar á þessu tíma. Einn þingmaður Ólína Þorvarðardóttir bloggaði í dag þetta og sagði að hér sæjum við afleiðingar kvótakerfisins í hnotskurn. Ertu sammála því? Nei, það nú kannski ekki hægt að taka einfalda málið svona allt svakalega og það er kannski einhverjum pólitískum tilgangi sem við erum kannski ekki í. Í sjálfu sér
kannski fyrst og fremst að kenna ef maður horfir aðeins út fyrir þá rekstrar sem við vorum í og svo vandamálin sem eru svona í ytra umhverfi bæði greinarinnar og svo ljósið kannski efnaðs ástandsins á Íslandi þá hjálpaði til dæmis ekki að búa við allan þennan tíma við talsverð mikla óvissu sem í greininni meðal annars út af yfirlýsingum stjórnvalda að ætla kollvarpa því og ætla ekki að leggja endilegt mat á því hvernig fiskveiðistjórnarkerfið á að vera en þessi óvissa og svona lagðist á afnað það að menn svona héldu þessu höndum og voru kannski ekki tilbúnir í þessa áhættutöku sem að þessi rekstur að sjálfsögðu. Menn voru ekki tilbúnir að koma inn í fyrirtækið? Nei, ekki, og það ávið þessi vandamál greinarinnar land allt. Að menn vilja ekki fjárfesta út af óvissunni Já, hvort sem það er vinnslunni eða reyna nýja tækninýjungar eða fara að vera leiðir þá halda menn þessu höndum og þetta einn þátturinn. Annar stór þáttur í sambandi við fiskveiðistjórnarkerfið að undanfarið niðurskurður á aflaheimildum. Þetta kemur hann einhvern veginn fram að því meira minna sem við veiðum því einhvern veginn færri verða þá vinnsluna á þeim afla og svo framvegis. Þannig að þetta er kannski ekki fyrst og fremst spurning hverjir eiga endilega að veiða, það er kannski annar að svara því en ég, en mín spurning er þá svona miklu frekar hversu mikið eigum að veiða. Það í heild sinni held ég stærra mál endilega hverjir eiga að gera. Þetta endurómar kannski það sem að faðirinn Einar Oddur Kristjánsson heitinn nefndi opinberlega árið 2007 þessi skilyrði sem að þurfa að vera til staðar til að sé hægt að reka fyrirtæki í fiskvinnslu eða útgerð og þar tala þennan stöðuleika bæði í þá afla milli ára og svo í umhverfi greinarinnar. Hefur ekkert breyst til betra frá þessum tíma? Á þeim tíma þegar hann, ég held ég áttum á því í hvað vorst að vísa, þá var aðstæður í Íslandi 2007 voru allt öðru sem þær eru núna en það sem var við líði þá var gríðarlega óstöðuleiki með allt of sterku gengi krónunar, hái vaxtastigi og verðbólgu og þess áttar sem endanum allir nú talsverðu tjóni haustið 2008. En þetta grundvallaratriði í rekstri, sama hvaða rekstrið hvort sem í sjávarútvegi eða öðru að óstöðuleiki og mikla sveiflur þetta hjálpa ekki til sem að bætast ofan á þennan náttúrulegu sveiflur sem eru í greininni upp á aflabresti eða veðurfar eða ytri aðstæður og mörkuðum úti og svo framvegis. En að þessu sögðu, hvaða fiskveiðistjórnarkerfi væri það ákjósanlegast að þínu mati? Nú verið að tala mikið þessa fyrningarleið og ef framferð sem horfir þá verður henni komið á? Já, þetta er stór spurt. Ég myndi nú telja að hefnilegasta fiskveiðistjórnarkerfið er það kerfi sem tryggir skynsamlega nýtingu auðlindana á sem hagkvæmastan hátt. Þannig að kerfið sé bæði opið og það sé gegnsæi og það ríkir stöðuleiki í kerfinu. Það eitt sem að stjórnvöld geta þá tryggt er að tryggja það að reglur séu almennar og jafnræðis sé gætt en þeir sem eru inn í greininni og eru annarkvort að búnir að vera í því og alltaf hætta eða fyrir þá sem vilja koma inn eins og við gerum 2007 að þá skiptir það afskaplega miklu máli. Bæði til þess að fást við bara þessar náttúrulegu sveiflur sem við vorum komin á það er nógu erfitt allan að því sem ég þekki til. Þannig að þú vilt ekki leggja mat á þetta, þú talar bara aðallega það að þurfa að vera einhver stöðuleiki. Fyrst og fremst. En svo þetta þessi góða spurningum hvernig á að nýta og hverjir eiga að fá að nýta auðlind sem er takmörkuð af því leitinu sem að hægt að horfa fiskiminn kringum Ísland sem takmarkað auðlind. Það þetta kerfi núna við lýði og það hefur gallað en það hefur líka ákveðna kosti. Aðalatriðið það sé þá svigrúm að vera ekki með einhverju byltingar og kollvarpaði. Það hins vegar margþætt að reykja hver sagan á kvótakerfinu hefur verið og hvernig hún hefur til dæmis hvernig það kerfi hefur haft áhrif á stöðu mála á Vestfjörðum og svo Flateyri. Tölum aðeins stöðuna þar. Íbúar á Flateyri þeir sendu í dag með táknrænum hætti út ákall til stjórnvalda að huga að atvinnulífinu þar og þetta kveiktu þarna á blysum. Hvaða framtíð blasir við Flateyri og atvinnumálunum þar nú þegar þetta fyrirtæki hefur hætt starfsemi, þetta
þriðjungur af vinnubæru fólki í þorpinu. Hvaða áhrif mun þetta hafa? Þetta alveg mjög alvarleg staða og við vitum það sem vorum að reyna allt sem við gátum til þess að viðhalda þessum rekstri og halda áfram og við sem að það væri lögum þess svona gríðarlega mikið á okkur í að gera það og hvað tekur við sko svona skamstíma þá það kannski ekki okkar þess eigandahóp sem ég hérna fyrir að svara því það máli ekki okkar sko, hættan svo að þetta vindi upp á sig og hafi síðan áhrif út í aðra parta samfélagsins. Já, það er rétt. Því ekki hægt að neita að það tiltölulega einfalt að teikna upp mjög dökka mynd hraða sko hnignun innra kerfis þess samfélags sem þarna og ég held að fólk almennt í landinu kannski áttu sig ekki á því hversu hratt slíkt getur gerst ef svona bæði grunnstóðir samfélagsins ef að vera höggvið ofnæri þeim eða eins líka að svona drifkrafturinn í framleiðslunni og fiskveiði og útgerð sem að þetta þorp og fleiri þorp á landinu byggja sína tilveru rétt á ef hann ekki til staðar þá er bara erfitt að En hvað eiga stjórnvöld að gera? Þarna kemur ákall sko, hvað gerist næst? Eru til dæmis einhverjar vonir bundnar við það, einhver annar hefji þarna atvinnurekstur? Hvað er hægt að gera til þess að hjálpa þessu þorpi og ef við lítum á því viðarsamhengi atvinnuástandinu í þessum landshluta? Akkurat. Fyrsta svaraði þannig til að við vorum að reyna okkar og við sem svo sem ekki hvað myndi taka við ef okkur myndi svona ekki takast okkar svona ætlunarverk. Það var ljóst í gær. Þú spyrir hvað eiga stjórnvöld að gera og þetta er kannski svolítið snúin spurning. Stjórnvöld geta ekki kannski eins og bara í landinu öllu eitthvað búið til verðmætasköpun og drifið atvinnulífið áfram. Það eru aðrir betur til þess fallir. Hins vegar sko getur í sambandi við stöðuna á Flateyri getur hlutverk stjórnvalda verið tvenns konar. Það hefur ákveðin úrræði sem eru í lögum að koma allan inn og reyna sko einhverja svona brýnar sértækar aðgerðir með til dæmis úthlutun byggðakvóta. 300 tonn, það náttúrulega dálítið lítill plástur á sárið. Já, sjálfsögðu, það leysir ekki vandamálið eitt og sér. Það verður meira að koma til, en þetta er þannig tæki ef það rétt á haldið og kannski í tilviki Flateyri undanfarin ár þá hefur þetta ekki gagnast okkur neitt að ráðið þannig að þetta var bæði búið að vera lítið undanfarin ár og dróst að úthluta og þess áttar. Svo þessi úthlutun í nóvember við bara komist ekki í þá stöðu að ég svona láta á það reyna. En það er svona almennt þá verður að horfa á þetta þannig að það eru þessar sértækar aðgerðir og reyna ef hægt að gera það eftir almennum reglum að sjá til þess að það sé þá ekki einhvern veginn höggju og nærri í grunnstoði samfélagsins meðan að svona áfall að ganga yfir eins og með opinbera þjónustu sem er veitt á staðnum og hvað sem þessi skólakerfinu eða heilbrigðisþættirnir að það sé ekki á sama tíma þá tekið burtu ef að það er einhver ennþá von að reyna að halda áfram og koma einhver öðru á stað. En þetta svona þessu sértækaraðgerðin almennt eiga þetta stjórnvöld að kannski reyna sitt best að tryggja einmitt þennan stöðuleika. Þau eru ekki að gera það með óvissunni sem núna er uppi fiskveiðistjórnarkerfið og önnur mál sem hafa verið á tímabilinu eins og að takmarka framsal á aflaheimildum og það er kallað brask. Það er að segja kvótaeigendur sé að braska með aflaheimildir. En gleyma hinni liðin á peningnum að hinum megin eru kvótalausar útgerðir eins og við vorum í að reyna að komast inn í kerfið og þetta var til þess að allur okkar rekstrar grundvöllur með útgerðina hann fór í verulegt uppnám og þannig að það er bæði að tryggja stöðleikann í kerfinu sjálfu og svo er þetta ég held að stjórnvöld hafi ekki gert nóg að almennt séð undanfarið á Íslandi að veita fiskveiði ráðgjöfinni og þeim atriðum nægilega eftirtekt. Teitur, þakka kærlega fyrir komuna. Takk sömuleiðis.